Félst ekki svo vel. Takk fyrir. Já, ég held að þetta horfi allt til framfara fyrir íslenska þjóð. Þessi kafli lýðræðislega þátttöku almennings. Í fyrstu greininni, þar sem vitnaði til þriðjungsþingmanna, ég skil það svo að þarna sé verið að styrkja stjórnarandstöðuna, minnihluta þings, og þess vegna eðlilegt að ef þessi grein inni á annað borð, þá sé það frekar lítill hluti þingmanna heldur en stór sem geti borið þetta fram. Þetta sýnist mér þá hugsað eins og kom fram hjá Pavel, þessar greinar koma í staðinn fyrir 2007. grein stjórnarskrárinnar, þar sem málskotsréttur forseta var eina aðkoma þjóðarinnar að því að fá mál í þjóðaratkvæði. Þarna verða að búa til og skapa nýja farvegi fyrir slíka aðkomu almennings og ég tel það vera mjög jákvætt. Það getur samt verið rétt að viðhalda málskotsrétti forseta. Ég tek ekki afstöðu til þess á þessu stigi. En þetta allavega hugsað til að tryggja aðkomu almennings. Ég spyr samt frumvörp sem hafa verið í meðferð þingsins og hafa ekki fengist samþykkt. Þau gætu sömuleiðis verið deilumál í þjóðfélaginu og maður velti fyrir sér hvaða aðkomu menn hafi að því að greiða atkvæði þau í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, grein 2 mér bent á að þar eru það 15 af 100 kjósenda sem krefjast þess innan 3 mánaða, það eru lög. En ég að meina þörfmál sem að hafa verið í þinginu, þörfmál kannski að mati þriðjungsþingmanna, frumvörp sem ekki hafa náð fram að ganga innan þingsins, en þjóðin kannski vill geta komið að. Já, ég að tala fyrstu greinina þegar talaður hvernig afgreidd eru lög sem Alþingi hefur samþykkt, en ég velti fyrir mér einmitt hvort að sú athugasemd eigi ekki frekar við inn í fyrstu greininni frumvörp sem ekki hafa hlotið samþykki. Það má segja að í annarri greininni tryggi það 10 af 100 kjósenda geti tekið slíkt mál upp og komið því óskað eftir að það fari í þinglega meðferð. En það ekki alveg það sama, en þriðjungur þingmanna kemur þá inn í það og það ráðgefandi kosning. Nei, þetta svona bara, maður veltir þessu fyrir sér. Þarna í fyrstu greininni segir Alþingi skal einnig bera undir þjóðaratkvæði lög ef 15 af 100 kjósenda krefjast þess. Af hverju það þurfa að vera 15% en ekki bara 10%? Þetta ansi mikill fjöldi, það ekki 25.000 manns sem eru 10% kjósenda í dag? Þannig að það svona spurning hvort að svipaður þröskuldur sé ekki við hæfi í fyrstu grein og annarri grein, og ég fagna því í annarri greininni hefur talan verið lækkuð úr 15 niður í 10 af 100 og það mjög gott. Svo þetta alltaf sama togstreitan ef að þingmenn eru bundnir af samvisku sinni og fá inn í þingið til meðferðar mál sem að þeir samvisku sinnar vegna geta ekki fellt sig við eða samþykkt, og þar ekki liggur ekki fyrir nein lausn. Síðan vil ég taka undir tillöguna sem Lýður nefndi hér sem kemur frá Pétri Gunnlaugssyni, að hún verði skoðuð nánar í nefndinni. Takk fyrir.